gera? Baka. Baka hvað? Pítsusnúða. Já. Komið þið sæl og verið velkomin í Snarlið. Í dag ætlum við Aldís að búa til chia-graut. Sko, chia-fræ eru nefnilega alveg ótrúlega holl. Það er rosa mikið af omega-3 fitusýru í þeim sem er gott fyrir heilan ykkar, svo þau hugsi hraðar og eru svona snjallari. Og þau innihalda líka mikið af kalki. Og svo eru þau góð svona fyrir magan og hægðirnar og það er líka fínt prótein í þeim. Þannig að til dæmis ef maður er að æfa íþróttir, að þá er mjög gott að borða svolítið af chia-graut. Þannig að nú byrjum við bara á að gera skammt eins og ég borða ein, það er kannski misjafnt hvað fólk borða mikið, þetta er mjög oft morgunmaturinn minn, og settu 3 matskeiðar af chia-fræjum hérna í. Þetta er svolítið stór skeið, þannig að já, settu alveg. Hafðu næstu skeið kannski ekki kúfa og svona nokkuð slétta. Já, þetta er flott. Og eina svona eins bara, já, mjög gott. Ég blanda yfirleitt saman möndlu og rís, það finnst mér best hérna úti. Ég er spáð hvort við hefum ekki að breyta aðeins núna, það er svo gaman. Setjum 1 dl af þessari hér, hérna úti. Já. Og það er, þess 2 dl eru 200 millilítrar. Ég skal hella fyrir þig þessari hérna. Og það sem við fyrir núna að gera er bara að hræra svona varlega, þannig að fara ekki allt út allt. Og það tekur chia-fræin svona það bil 10 mínútur til að soga í sig sko vökvann og verða svona búðing. Og ef eftir 10 mínútur að þetta er orðið svolítið þykkt, að þá getur maður alveg bætt bara við meiri mjólk eða vatni ef maður vill ekki hafa það þannig. Að það sem er sniðugt líka er að gera þetta áður en maður fer að sofa og það er hægt að gera í svona krukku. Þá setur bara lokið vel á og svo hristir maður bara og hristir alltaf við og við. Og það sem við ætlum að gera núna er að þú mátt setja þessi hindber, þetta er svona 1-2 dl af frosnum hindberjum, setjum þau í pott og ef ég ætla að hafa hindberjamögg út á búðinginn minn, þá ger ég þetta yfirleitt líka bara á kvöldin. Ég ætla að setja smá stevju út í, þannig að setja svona 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10 dropa. Samt betra að setja minna í einu heldur en meira. Nú er grauturinn orðinn, sjáðu, svona fín. Ef þú vilt hafa hann þykkari, þá myndir þú bæta út í chia-fræin. Og ef þú vilt hafa hann þynnri, þá bara bætir við mjólk. Hann gæti orðið þykkari samt og það er líka bara allt í lagi. Og nú máttu, hér er komið hindberjahlaupið, svo eru bara soðin hindber. Ég er að hugsa að því þau eru svo súr að setja kannski nokkra dropa af stefið út í. Líst þér ekki vel á það? Já, svona. Það þarf ekki, en það er ágætt. Og nú er bara hvernig þú vilt skreyta þetta. Hérna er banani, hann er til að sæta. Þú getur búið til 2 lög til dæmis. Viltu ekki dunda þig bara við þetta? Og þið muni krakkar alltaf áður en þið byrjið að vesenast eitthvað með mat, að þvo ykkur hendunar. Það er mjög mikilvægt. Maður getur komið í veg fyrir alls kyns umgangspestir eins og gubbupestir þegar að maður passar upp á það sem eru svona bráðsmitandi. Má ég setja smá svona líka? Það er svona uppáhald sem er. Má ég setja, ok, það var kannski hluta mikið. Goji-ber er alveg svona óbáslega næringarík eins og mórbirinn. Svona. Já, smakka. Hvernig finnst þér þetta? Það er svo gott. Ekki? Myndir alveg taka þetta með þér í skólann? Mhm. Prófið endilega að gera chia-graut. Þetta er alveg svakalega gott og hollt.